Skipulag hæfniviðmiða einfalt kerfi sem við bjuggum til að auðvelda skólunum að halda utan það þegar verið að raða hæfniviðmiðum niður á bekki. Kerfið mjög einfalt, eins og sést hér. Kennararnir logga sig inn á og velja sinn bekk, samanber hér, og þar inni geta þeir farið og byrjað að velja námsgreinar. Ég ætla að velja íslensku og við lok 4. bekkjar, og þá koma öll hæfniviðmiðin sem að tengjast, sem sagt opinberu hæfniviðmiðin sem að tengjast íslensku í 1. til 4. bekk. Og það sem að hver og einn bekkur gerir að hann merkir þau hæfniviðmið sem að hann ætlar að kenna yfir veturinn. Þegar að hann búinn að því, þá heldur hún utanum sem sagt að það sé búið að velja 6 af þessum 25, og þetta til þess að sjá til þess að ekkert hæfniviðmiðanna verði út undan. Einnig fáum við líka að sjá dreifinguna eins og hér. Ég ætla að sýna sýningu hvað gerist þegar ég fer í annan bekk. Þegar ég fer síðan inn í næsta bekk, að þá myndi ég velja mér sama á hinir, íslenska 4. bekkur, og sýna, og þá sé ég með lituðum punktum hvaða hæfniviðmið til dæmis 1. bekkur hefur valið. Ég sé að 1. bekkur rauður og ég sé það hér að hann hefur valið þessi hæfniviðmið. Ég myndi síðan velja með mín og ég má alveg velja það sama á hann, en þetta til þess að við getum haldið betur utanum innan til dæmis stiga hvað verið að kenna í hverjum bekk og hversu mörg hæfniviðmið eru og hvernig þau raðast. Annað sem mjög gott við þetta kerfi það að þetta ekki bara kerfi fyrir kennarana til að velja hæfniviðmið og sem sagt á auðveldan hátt, heldur en að gera þetta á blaði eða á Excel, heldur þetta líka gott fyrir stjórnendur. Stjórnendaviðmótið sýnir mér yfirlit yfir allan skólan og hvernig gengur að velja hæfniviðmið á hverju stigi. Ég sé að það eru 10 bekkjarreikningar, það búið að velja 14 hæfniviðmið, það eru 1066 sem eru ekki valin, og heildarframvindan í skólanum 1,3%. Þegar að allir eru búnir að velja sér hæfniviðmið og raða þeim rétt niður á bekkina, þá lítið mál að fara og flytja út hæfniviðmiðin eða hreinlega fara inn og horfa á þau í kerfinu til þess að búa til námskrár. Þetta ætti að auðvelda mjög mikið þeim sem séu mentor hjá ykkur að búa til námskrár fyrir hvern bekk.